Komið sæl aftur og velkomin í föstudagsþáttinn. Við erum hér á sviðinu í Íþróttahúsinu á Sauðárkróki og það vel við hæfi að fá hingað til mín hjónin Herdísi Klausen og Árna Stefánsson. En þau voru á dögunum sæmd samfélagsverðlaunum hér í Skagafirði fyrir óeigingjarnt starf sitt við að koma okkur eða fólki til að hlaupa og skokka. Til hamingju. Takk fyrir. Skokkhópurinn, hann var til fyrir hvað mörgum árum? 95, það var 23 ár síðan. Ótrúlegt, og þið eldist ekkert. Akkurat. Þá stofnuðum við þetta og notuðum Bjargvættina á Akureyri svona sem fyrirmynd. Já, var þetta til einhvers staðar sem? Já, það voru hópar víða, sko, en ekki hér á Króknum og það var svona áhugi að stofna hóp og notuðum þá Bjargvættina svona sem fyrirmynd að því og það var bara mjög fínt. Hvað voru margir í byrjun, manstu? Nei, við vorum kannski ekkert rosalega margir í byrjun. Nei, 30-40. Já. Er það ekki mikið? Jú, það er mikið. Jú, er það ekki? En svo urðum við mest kannski 70 sem voru svona virkir yfir sumarið. Og þetta í raun og veru sumarhópur mestur. Já, er það? Já. En er það þá einhver missýn í mér að ég sé ykkur hlaupa alla daga ársins, er það? Nei, það er engin missýning, sko, en við höldum út í starfinum svona að mestu yfir sumarmánuðina, sko. Svo er náttúrulega skokki á laugardögum yfir veturinn. Og síðan alltaf á laugardögum, já. Yfir veturinn. Og svo erum við nokkur sem að hlaupum saman á mánudögum og miðvikudögum og við höfum gert það alveg frá upphafi. Já. Er fólk í hópnum í dag sem var alveg, byrjaði þetta fyrir 23 árum? Já. Já, það er það. Margir? Þetta er svona 20 manna kjarni, sko. Já. Og já, má segja það, sko. Og síðan yfir sumarið þá bætast við aftur koma þær út úr hólunum. Þessi sem eru inn í líkamsræktarstöðunum, sko. Þeir koma svo yfir sumarmánuðinn aftur og eru með okkur þá. Hverju breytti þetta fyrir ykkur að fara af stað með þennan hóp? Sjálfur sér breytti það nú engu fyrir mig. Ég er náttúrulega búinn að stúsast í og er náttúrulega við íþróttakennslu allan ársins hring, sko. Þannig að það var í sjálfur sér ekkert ofboðsleg viðbrigði en kannski meira fyrir Heddi sem var kannski ekki svo virk áður en hún byrjaði að hlaupa. Ég byrjaði að hlaupa þegar ég var 35 ára og það nú verða 29 ár síðan þessu ári. Já. Og það breytti náttúrulega rosalega miklu að fara að hlaupa í hóp. Bara varðandi framfarir og félagskapinn og þetta búið að vera æðislegu tími og ótrúlega langur tími. Man finnst við bara að vera að byrja í gær, sko. Já, hugsa sér. En þið hlaupið hér á Króknum, en þið farið víðar? Já, við erum búin að fara víða og hlaupið erlendis. Budapest, Amsterdam, Barcelona, Kaupmannahöfn og síðan hafa náttúrulega hluti af hópnum farið London Marathon, New York, Berlín. Þannig að það er svona... Þetta þú búin að taka þátt í mörgum maraþonhlaupum. Hvað eru þið orðið mörg? Ég er búin að hlaupa 16 og svo hljóp ég Laugaveginn einu sinni og svo er ég búin að taka þátt í eiginlega öllum eða flestum svona utanvegarhlaupum. Hvað er skemmtilegast að hlaupa? Er það utanvegarhlaupin? Já, þau eru mjög skemmtileg. Já. Og svo fannst mér Berlína maraþonið og London maraþonið alveg æðisleg hlaup og tala nú ekki New York. Það var ógleymanlegt. Hvernig? Það var bara allt fólkið og umgjörðin. Þetta var nú áður en að hryðjuverkin svona ógstóð að þeim, þannig maður var alveg slakur, og þetta var bara allir hvetja mann áfram og þú ert best og þú ert duglegust. Harmaður ekki á mikilli hvatningu að halda? Jú, en þetta var bara yndislegt og þetta líður bara svona. Er þetta ekki 42-3 kílómetrar? Jú. 42,2. Nákvæmlega. En þetta er náttúrulega mikil tækni sem að maður þarf að tileinka sér, er það ekki? Örugglega maður ætlar að vera eitthvað sérstaklega góður en ég hleyp bara á minn hátt. Sínu takti, sko. Jú, sko, það þarf náttúrulega að æfa sig, sko. En það geta allir hlaupið maraþon. Það er í sjálfu sér, sko, ef þú ert bara með 2 fætur sem að virka og vilt, þá getur hlaupið maraþon. En þú þarft að fara það á þeim forsendum sem að þú ert hverju sinni, sko. Þannig að
maraþon sem slíkt ekkert engin ógn. Þetta er bara ákvörðun. Sko. Þú getur ekki í dag hlaupið maraþon? Nei, ég hleyp ekki maraþon. Ég má ekki hlaupa náttúrulega. Það er búið að skipta eitt hné sem að... Þannig að ég geng og fer fjöllafyrnindi, þannig að ég er bara ánægður með mitt dag, sko. Já. Að fá þessi samfélagsverðlaun, hvernig var það? Það var óvænt. Já. Og við tökum náttúrulega mótið þessu bara með auðmýkt og náttúrulega glöð í sinni, ég meina, þetta er ákveðin viðurkenning og bara við erum... Já, við erum mjög þakklátt en við erum bara hissa og... Já, en eigið þetta svo sannarlega vel skilið. Já, takk fyrir það. Þið komið hingað fyrir hvað mörgum árum? 82. 82. Ætluðu að vera bara stutt, var það ekki? Eitt sumar. Þau eru 36. Já, það er... Hvernig er að vera á Króknum? Bara, þú sér það, við erum hérna enn. Það er bara yndislegt. Það er bara yndislegt og þetta er flottur staður og hefur allt til alls í raun og við stutt í allar áttir og hérna erum við búin að ala börnin okkar upp og koma þeim til manns og það er bara, og við erum hér enn, þau eru öll farin. Barnabörnin líka, þau elska að koma hingað, elska að fara í Litlaskó og öll ævintýrin sem maður sjá hér og tækifæri. Sumir kalla Litlaskó Stóraskó. Já, en þau, er mikil áhugi á hlaupum í fjölskyldunni ykkar? Eru þið búin að draga ná börnunum ykkar í þetta? Já, það er stelpurnar hlaupa. Jóna er búin að hlaupa maraþon. Já, hún er búin að hlaupa 2 maraþon með mér. Og Gunnhildur er svona að fikra sig áfram. Og svo barnabörnin eru Já, barnabörnin hafa farið skemmtiskokk og hlaup, 10 km hlaup og stefna herra, sko. Og strákarnir litlu þeir stefna, sko, þeir ætla að hlaupa og í öllum löndum og fá svona stóra verðlaunapening eins og ég á. Er það ekki? En svona á lokum, ætlarðu að hlaupa maraþon í ár? Nei, ég ætla ekki að hlaupa maraþon í ár. En ætlarðu eitthvert? Já, ég ætla að hlaupa hálfmaraþon í Reykjavík og svo erum við að fara göngutúr í... Við erum bara skokkaburinn að fara í skotgöngu í Skotlandi núna í júní, lok júní, 30 manna hópur, þannig að hérna á Króknum. Þetta eru orðið, sko, kannski einhver 100 sem hafa komið inn í skokkahópinn, bara svo því sem Já, það er, sko, ég á náttúrulega einhver staðar, sko, gæti ég grafið það upp, sko. En bara til þess að nefna einhverja tölu, sko, þá eru milli 40 og 50 manns héðan úr Skagafirði sem hafa hlaupið maraþon, heilt maraþon í gegnum okkur og það er meir en 1% af sveitafélaginu. Það er stórkostlegur árangur. Bara gangi ykkur vel áfram og bara takk fyrir að gera það sem þið eru að gera hérna í þessu samfélagi. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Og við höldum áfram hér eftir stutta stund.